Þetta stef, ég fæ ekki nóg að því. Nei, þetta glæni stef. Self-made. Self-made, hárrétt, Bjarni Traustason, þökkum þið kærlega fyrir. En við erum heldur betur með þátt í kvöld, Bogi Nils Bogason. Vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér. Já, okkar ánægðan. Okkar heldur betur ánægðan. Áður við byrjum á þetta, við langarum bara aðeins að koma inn á Barjón. Já. En það eru nýjir réttum eftir að Barjón. Gulrótakaka, það er mitt uppáhald. Já, samanlega því. Ertu búin að smakka djöflatertuna? Fórum ekki að háttegin í dag. Og fórst í djöflatertuna? Já. Keyrðu borgartónunni Barjón og svo. Volk, súkkulaði, kakao og ísblanda. Endilega kíkja í kaffi og köku. En Bogi. Já. Sko. Fyrsta spurning er alltaf svo sama og Birgir, þú verður nú eiginlega bara að taka hana. Já, fyrst spurning allt svo sama, hún er einhver tenging hjá þér við skákina góðu eða? Já, það er einhver tenging, ég teldi svolítið þegar ég var polli á Eskifirði. Það var mikill áhugi í skólanum, skólastjórinn og kennarar sem Trausti Björnsson og Gunnar Finnsson og maður teldi talsvert þar sem polli í grunnskólamótum og austurlandsmótum og þess að þar, og síðan hefur skafokinn alltaf eitthvað fyllt manni svona, misjafnlega mikið og ég var nú í skákklúbb, við vorum nokkur í félag með skákklúbb hittumst einu sinni mánuð og það einhvern veginn koðnaði niður í COVID-inu og við höfum ekki hitt síðan. En síðan tekur maður appið, chess.com og tekur skorpur og svo dettur maður í kvild, þannig að skákinn hefur alltaf fyllt mér og ég er ekki sérstaklega góður og er svona meira fyrir hraðskákinur eða tefnilega yngöngur hraðskákin, ég nenni ekki þessum löngu skákum og sem þurfa mikla íhugun, en er mjög gaman að ég tefla. Hvenær grípur þú helst í skákina? Það er bara, þú veist, þess að drepa tíman stundum á flugi eða þegar maður hefur ekkert að gera heima sem er nú reyndar mjög sjaldan, en þegar maður að bíða eftir einhver, þetta er fínt að taka svona 5 mínúnda blitz á chess.com. Það er ánægilegt að heyra. Já, virkilega ánægilegt. En Bogi Nils er eins og flesti vonandi vita forstjóri alltaf og þetta er alveg byssa sem við erum að fá í settið. Bogi, þú varst valinn markasmaður ársins árið 2020 fyrir endurskipulagningu á Icelandair og eins og framkom í markarum þá sýndur Þór í að taka erfiðar ákvarðanir í fjárhagslegri endurskipulagningu. Þetta eru tungubrjótar endurskipulagningu á Icelandair sem skiptir sköpum fyrir efnahagslífið og þetta er beint kód. Við erum einhverju hörðustu Icelandair aðdáendur sem þú finnur. Já, glæsilegt að heyra það, takk fyrir það. Já, og hluti að vera sjálfsögðu langa tíð. Okkur langaði bara fyrst, hver ertu? Fyrst kannski, ég var ekki markaðsmaður ásins, fréttablað og markaðurinn. Já, viðskiptamaður. Öldum við viðskiptamann ásins, það er aðrir hjá mér sem er í markaðsmálunum. En hver er ég? Ég er hvað að segja, fæddur 69 á Akureyri, flutti svo til Eskifjarðar og ólst upp þar, fór svo í Versló og Háskólann og endurskólansvið og fór svo í endurskólanuna, lögildur endurskólandi og partner hjá KPMG til margar ára. Svo langaði mig að vera hinum með við borðið, var fjármálastjóri í nokkrum fyrirtækjum og fór svo til Icelandair Group haustið 2008 og ég er búin að vera þar síðan í 14 ár og svo er ég náttúrulega líka faðir og 3 barna og eiginmaður sömu konunnar, Bjarkar Unnarsdóttur í fjölmörg ár og afi líka eitt barnabarn, þannig að þetta er svona stóra myndin af mér. Já, og skákmaður. Já, ég er svona bara, hvað að segja, ég myndi ekki segja sjúklingur en hef gaman að mjög mörgum íþróttum. Það kallar náttúrulega skák íþrótt og fylgist með mjög miklu á íþróttasviðinu. Hvort sem það sé fótbolti eða körfubolti og svo náttúrulega golfið. Í hverju varstu þegar þú varst yngri mest? Þá var ég á Eskifirði mikið í golfi og skíðum, mjög fínt 9 hólu golfvöllur þar og frábært skíðasvæði, besta skíðasvæði landsins, ég held ég geti alveg fullyrt það þó ég sé þaðan og svo var maður mikið í fótboltanum, þannig að það voru þessar 3 íþróttir sem ég var mest í. Algjörlega. Stutt, hvað ertu með í fórgjöf? Ég er með eitthvað tæpilega 5 og næði svona einstöku sinnum að spila því en spila líka mjög oft talsvert verð. Já, algjörlega. Sko, frumherra menn, okkar bestu menn, vilja aðeins ræða Max-vélarnar, en þeir eru harður á því að þetta hefði aldrei gerst ef að þeir hefðu verið skoðaðar af frumherra Max-vélarnar. Þeir eru harður á því? Já, þeir eru með bestu skoðan landsins. Þær eru kyrrsettar hann í 2 ár eins og flesti vita og líklega búin að sjá Netflix þættina margir.
Hversu þreytandi var að horfa upp þessi vinnubröð hjá Boeing? Það var náttúrulega bara þreyt, eða þú veist, kom sér mjög illa fyrir okkur að þetta skildi gerast, að vélarnar skildi vera kyrrsettar, því að við vorum búin að panta 16 vélar, gerðum það hérna í áspyrjum 2012, minni mig, þetta tími líður hratt, og við vorum búin að taka vélar í nótkunn þegar þetta gerðist og þetta átti að vera, og fyrir sumari 2019 þegar þetta gerðist, það átti að vera mikilvæg vel í okkar flota, þannig að þetta var mjög slæmt högg fyrir okkur og kostaði okkur mjög mikið, bæði á kostnaðarliðinu og svo voru þetta líka tapaða tekjur því að það var mjög erfitt svona að tekjustýra á þess aftar þegar við þurftum að breyta flotanum og flugvélum sem voru að fljúga ákveðna leiðir með mjög skömmu fyrirvara, þannig að þetta var bara mjög óheppilegt fyrir okkur og önnur flugfélag og bara gera hann í heild sinni að þetta skildi koma upp á. Hvernig var flotin á þessum tíma, það er að segja þegar að það er ákveðið að kyrrsetja þessar vélar, hvernig í prósentutali, þú veist, hvað var mikið af þessum vélum sem þið gátu þá ekki flogið að helda flotan með Icelandair? Ég man nú ekki, þetta var nú 2019, það eru nokkur á síðan, ég man ekki nákvæmlega prósentutöluna. En þetta hafði mikil áhrif? Þetta hafði mikil áhrif og við ætluðum að nota vélarnar mjög mikið og nýta þær mjög vel yfir sumatíman, þannig þetta skipti okkur mjög miklu máli og það hefur verulega áhrif, en við brugðumst við með skömmu fyrirvar og leigðum inn vélar til þess að koma inn í flotan og fljúga þá þessu áætlun sem voru búin að teikna upp og selja inn í, en þetta hafði verulega áhrif á okkur og svona hlutfallslega, við erum náttúrulega tiltölulega lítið flugfélag í svona alþjóðlegu samhengi, hlutfallslega hafði þetta einn mest áhrif á okkur á öllum flugfélögum í heiminum. Hvað var þetta stór pingja sem að hversu stórum hluta voru Boeing bótaskyldir? Það er alltaf, þegar svona kemur upp á samningsatriði og við fórum í mikla samninga við Boeing og þær stóðu lengi og síðan skall COVID á hérna vorið 2020 og það hafði að sjálfsögðu verulega áhrif á okkur eins og önnur flugfélög og við þurftum svona að fara í það að endurskipuleggja okkar efnahagsreikning og safna nýjum hlutafé og þá var mjög óheppilegt að vera með einhverja óvissu í þessu Boeing-máli, þannig að við settum bara þessar viðræður á fullt og kláruðum samning við Boeing þar sem að Boeing samþykti að greiða okkur talsverðar fjárhæðir í skaðabætur. En svona samningar, það er mikil trúnaður sem að gildur svona samninga, þannig að við getum ekki gefið nákvæmlega upp í hverju þetta fólst. En skipti verulegu máli fyrir Icelandair. Svona, ef þú horfir núna tilbaka, ánægð með vinnubröð Boeing, hvað var samningaviðræðurnar var það eftir þetta kemur upp? Ég meina þegar gengið frá samningum þá eru hvorugur aðilinn fullkomlega sáttur en báðir aðilar gengur bara ágætlega sáttur frá borði. Þú nærði ekki samningunum að þú ferð af stað með ákveðin markmið og það er mjög sjaldgæft að þú náir markmiðunum 100%. Þú kannski setur fram eitthvað sem þú kannski veist að þú munt ekki ná. Þú verður að gefa eitthvað eftir bara til þess að verði samningar en svona heilt yfir vorum við bara mjög ánægð með þessa niðurstöðu sem að við sáum í þessum viðræðum og á pappírunum. Algjörlega. Þú nefndi það í viðtali í lok árs 2020, alveg árið 2020, að það væri óraunhæft að reka 2 flugfélög í Íslandi. Og svo ég kóti bara inn í það eins og að mín skoðun að það sé engan veginn raunhæft að reka 2 flugfélög frá Íslandi sem eru með Keflavíkurflugvöll sem tengir miðstöð. Þetta er áslokk 2020. Ertu ennþá á þessari skoðun? Já, ég bara ítreka það sem þú sagðir hérna að það verður að tala um tengi miðstöð, ekki endilega 2 flugfélög. Það er alveg raunhæft að mínum mati að reka 2 flugfélög frá Íslandi en ég var nú aðeins skammaði fyrir þessi orð mín og tekin á teppið og eftirlitsstofnanir, skömmuðu mig fyrir þessu orð en ég sé ekki það ég var náttúrulega aðalega bara að vísa í bæði söguna á Íslandi þegar ég sagði þetta og ekki síður hvernig þetta er út í heimi á bara miklu stærri flugvöllum heldur en hér er að það er mjög sjaldgæft að það séu 2 tengiflugfélög á sama flugvöllunum og það er ekki nema markaðin þar sé einhverja milljónir að jafnvel 20 milljóna. Þannig að ég sé ekkert að hafa breyst í þessu, hvorki í sögunin í umhverfinu út í heimi. Er eitthvað breytt? Þannig að ég er kannski ekki, ég er bara að horfa á staðreyndir í kringum mig, sko. Algjörlega. Finnst þér eitthvað að hafa breyst ef við tökum bara sama, þið hafið verið í samkeppni við Iceland Express, þið hafið verið í samkeppni við WOW og núna Play. Finnst þér eitthvað munur á samkeppninni við Play og eða er þetta bara sama dæmið? Það er náttúrulega stór munur að keppa við Play
versus til dæmis Vá, vegna þess að Play frá upphafi skráð á markað, þannig að reksturinn gagnsærri og þannig að það stór munur, þannig að við og aðri samkeppnisaðilar, önnur flugfélög og bara allir sjá miklu betur hvernig hlutinir eru að raungerast og það náttúrulega sem ekki alltaf að gerast í samkeppni og í svona, greinum, bara allstaðar að þú ert að fylgjast með öðrum sem að starfa í því sama og að sjá bara reksturinn hjá þeim og farþegatölunar sem við og þeir birta mánaðarlega. Það svolítið annað heldur en var eins og hjá Vá, þó að Vá hafði að fara í það að birta heldur með trafiktölunar. En eins og það sem við gerum náttúrulega, eins og bara væntanlega önnur flugfélög, við skoðum öll flugfélög sem eru á okkar markaði og gerum það mjög reglulega og það ekki bara Play, það eru náttúrulega 25 flugfélög að fljúga hingað yfir sumarið og 15 allan ársins hring og við skoðum og greinum allan þennan markað mjög vel. Já, akkurat, þú nefna það eru 25 flugfélög sem fljúga hérna. Ég fæst á tilfinninguna að fólk kannski ofmeti Play sem samkeppnisaðila. Það kannski erfitt að festa fingur á þetta, en hversu stór, þetta er alltaf erfið spurning, en hversu stór hluti af samkeppni Play? Hversu mikið að horfa til þeirra versus hinna? Í dag Play að fara að fljúga, eða í sumar, 6 flugvélum og sama tíma erum við að keppa við öll stærstu flugfélögin í Evrópu og Norður Ameríku, þannig að og þetta eru eins og segir og við erum að segja 25 flugfélög og við erum náttúrulega ennþá með meiri hlutan af frambóðinu til og frá Íslandi en öll samkeppni bara skiptir máli og við berum virðingu fyrir samkeppninu og fögnum samkeppninu. Það væri ekkit gaman að vera í þessu ef það væri ekki bara öflug samkeppni og hún heldur okkar á tánum og þannig að við berum bara mjög mikla virðingu fyrir öllum þessum samkeppnisaðilum, hvort sem það séu íslenskir, bandarískir eða annar stað frá Evrópu og þetta eitt af því sem gerir hennan, bransa svo skemmtilegan að vinna í, það öll þessi samkeppni og þessi dýnamík, félög fara og svo kemur bara strax annað nýtt og við förum að keppa við það og það bara heldur mann á tánum og okkur hjá Icelandair. Já, fyrir ekki, ég ætla alls ekki að reyna að veiða því í einhverja gegn Play, þannig ég kannski spurninguna þess að segja frekar, hversu stór markaðshlutdeild til dæmis eru þið með af þessari flugumferð? Ég myndi skjóta svona fyrir þetta ári í heildsinni verður við svona í kringu 60% í Keflavík. En svo náttúrulega bæði Icelandair og Play líka að keppa á markarum yfir hafið á milli Evrópu og Norður Ameríku og erum að nýta Ísland sem tengimiðstöð og þar erum við náttúrulega bara með mjög litla markaðshlutdeild. Þannig að fyrir COVID vorum við með eitthvað 2%. Þannig að þar erum við mjög lítil. Já. Já, ég held ég segi það bara gott í þessu. Sko Ok, ein spurning. Já. Hefur þú trú að Play lifa af? Já, ég hef trú á því og við gerum að sjálfsögðu bara ráð fyrir því að Play lifa af og þannig frábært fólk að starfa. Það eru ýmsir sem hafa starfað til dæmis hjá Icelandair og stóðu sig mjög vel og hafa líka unnið annars staðar í fluggeiranum hjá Vá og fleiri félögum og bara, topp teimi sem þarna þannig að ég hef fulla trú á því að Play lifi af, öflugir hluthafar og þess áttar, þannig að ég hef fulla trú á því og við bara gerum það fyrir því í okkar rekstri að sjálfsögðu. Hefur það mikil áhrif á að því að mér finnst það góða punkt sem Leifur nefnir að fólk gleymi ofta að þetta ekki Icelandair og Play, eins og þeir með 25 félög, við erum með British Airways, við erum með öll þessi flugfélög. Myndirðu þurftu þið að Play koma á markað, þurftu þið að lækka verðinu á ykkur? Nei, ekki þegar Play koma á markað, ég meina þetta ræður, jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar verðum talsvert í flugi og eins og bara í öðrum geirum, en síðan náttúrulega kostnaðurinn spila mikla rullu, við erum að sjá eldsneytisverð hækka verulega síðustu mánuði og það að áhrif á fargjaldaverð hjá okkur og öllum öðrum, þannig að en eins og segir, og við erum að ræða það eru 25 félög að fljúga til og frá Íslandi, þannig að samkeppnin mikil og það ekkert eitt félag sem að stýrir einhverju verðlegningu, þannig að þegar Play fyrir að bæti í að draga úr, það hefur ekki bein áhrif á verðlegninguna hjá okkur. Okay. Það er miklu frekar aðföngin eins og eldsneytisverðið og þess aftar. Algjörlega. Talað eldsneytisverðið, ég var að keyra upp í stúdíu á hann
og ég keyri bílinn minn þangað til að hann tómur af bensíni. Bara þangað til það að draga þig? Já, það er helst að draga hann. En ég mættur upp bensinstöðu og ég tek alltaf á sömu bensinstöðunni og ég alltaf að kvíða fyrir því að fá 10.000 á mælinn, sko. Að ég þarf að borga 10.000 og það er alltaf verið svona 8.500, 9.000 og ég vissi að þessi dag myndi koma, en í dag borgaði 10.008 krónur. Hvaða áhrif hefur þetta hækkandi olíuverð á ykkar rekstur? Hversu stressar þú þegar þú ert að fylla vélarnar? Hvaða mælinni fara hátt? Þetta er náttúrulega mjög stór kostnaðarliður hjá flugfélögum og hefur verulega áhrif á reksturinn. Þetta fer þetta smá saman út í fargjöldin en það er alltaf einhver tímatöf í því. Þannig er bara rekstur almennt að hann verður að vera sjálfbær og þar að leiðandi verður við að verðleggja farmiðan með tilliti til kostnaðarverðs og eldsneytisverði er stór hluti þar og þessi mikla hækkun hefur mikil áhrif. Við höfum náttúrulega séð þetta samt áður. Ég man þegar ég byrjaði hjá félaginu hann 2008. Að fljótlega eftir að ég hófst þá fór verðið á tölum alltaf með tonn af flugvélaeldsneyti upp í 1470 minnum mig dollara. En síðan sá maður þetta fara niður í einhvers staðar 250 nokkrum árum síðar, þannig að sveiflunar eru mjög miklar. Nú er þetta, ef ég kíkt í morgun minnum mig 1230 eitthvað, sko. Og þetta er bara það sem við verðum einhvern veginn að fást við í þessum geira. Það eru margir utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif á reksturinn og bara eins og alltaf við verðum að vera sveigjanleg og aðlaga okkur á þessum aðstæðum. En er þetta ekki allt samið framvirt eða? Já, ég ætla mér að taka spurningu af því að þú veist, maður heyrði að því Icelandair, fyrir á hausinn 2019 og menn voru að tala það kannski að hvernig er það 2020 það sem að geymslubyrðin eða bara hreinlega er í mínus olía, bara hráolía, eða ekki hráolía heldur bara tunnan. Þannig að olíuverð fór hérna lækkandi og hversu mikla vikt leggið þið á framvirkasamninga? Hversu mikið í dag? Já, fyrir COVID, áður en COVID skall á okkur og þá vorum við með stefnu að verja fyrst 12 mánuði fram í tíman 40-60% af áallarnotkun og svo næstu, 6 mánuði eftir það þá vorum við að horfa svona upp í 20% og vorum bara alltaf að fylgja þessari stefnu og þetta snýrist alls ekki að reyna að vinna markaðin eða spá fyrir hvernig þetta verður að þróast. Þetta snýrist eingöngu að minnka sveiflur í okkar rekstri. Stöðuleika. Meiri fyrirsjónleiki bara. Meiri fyrirsjónleiki, fyrir tekjustýringu og aðra sem eru bara að stýra okkar rekstri og okkur í stjórnandi teymi félagsins. Síðan skellur COVID á okkur og eftirspurnin dregst saman, hún bara hrínur algjörlega í fluggeranum og verðið fer mjög mikið niður á olíunni og þá fara allir þessi samningar í mínus og hluti af endurskipulagningunni hjá okkur 2020 var að semja við mótaðala stöðuna á þessum vörnum og við rúluðum þeim áfram og við erum ennþá með þær varnir að einhver leiti núna í þessum fjórðungi og næsta sem er mjög jákvætt. En meðan við vorum í COVID þá vorum við ekki að gera nýja samninga. Síðan vorum við hefja vegferðin aftur að gera nýja samning og fara aftur upp í stefnun okkar en það var mjög erfitt að gera það vegna þess að við vorum kannski með einhverja flugáætlun í sölu og síðan kom delta afbrigði af COVID og síðan kom Omikron og við þurftum að skera niður þannig að við fórum mjög varlega í sakirnar fyrst að verja og vorum alltaf að bíða eftir að við sæjum bara hefur við værum komin út úr þessu og svo þegar við vorum komin út úr þessu að þá skellur á stríð og verðið hækkar þannig að við höfum aldrei komist í þennan almennilega takt eins og við vorum bara mörg ár fyrir COVID. Við erum með einhverja varnir núna á þessum fjórðungi og svo næsta og miklu lægri verðum heldur en markaðsverðið er í dag. Þetta er kannski stærri áhættu þáttur fyrir lággjaldaf flugfélögin en stóru flugfélögin eru þau sem sagt að fylgja svipari stefnu myndur segja eða eru sum flugfélög bara töluvert betur sett í þessu umhverfi sem við erum að sjá í dag þar sem að eru mikla sveiflur? Það er svolítið misjafnt eftir flugfélögum hvernig þau eru að haga sínum eða hvernig stefnið eru með í eldsneytisvörnum og svona stóra myndin þessi að evrópsku flugfélögin er að verja miklu meira af áallarnotkun heldur en bandarísku flugfélögin. Og við erum, og þannig hefur verið svolítið gegnum tíðina, og við erum að keppa við flugfélög, beggja vegna Atlantshafsins og þess vegna höfum við valið þá stefnu, eða það var svona input í, þegar við vorum að marka stefnu okkar fyrir talsveit mörgum árum síðan, að horfa á það að við værum ekstra mitt á milli, 40-60%. Við erum að sjá félög í Ameríku alveg upp í 90%, 12 mánuði fram í tíman, meðan
eins og segja amerísku félögin er í nullunni, en svo náttúrulega reyðilegast þetta mjög mikið í COVID hjá flestum flugfélögum og svona ekki alveg sama myndin á þessu núna eins og var fyrir COVID. Algjörlega. Við viljum aðeins ræða Q1, fyrsta ársfjórðung hjá Icelandair árið 2022. Það var 5 milljarðar tap, en klálega merkjum að reksturinn er batnandi horfur. Ef við horfum til þess að heildartekjur félagsins eru búin að þrefaldast frá sama tíma árið 2020. Alveg tengist að COVID en ekki á öllu leyti. Við munum klálega koma inn að það aðeins betra á eftir COVID. En hvernig metur stöðunni á Icelandair þessa stundina? Hún er bara mjög góð að okkar mati og við erum bjartsýna á framtíðina. Félag hefur og starfsfólk félagsins hefur sýnt það margátt að við erum mjög góð í því að takast á við bara sveiflur og utanaðkomandi þætti og ætlum bara að gera það mjög vel núna líka, þrátt fyrir, herra eldsneytisverð og þess aftar og við erum að sjá bara mjög góða bókunarstöðu fyrir háunina núna og erum svona að gera það fyrir því að fljúga 75% af því sem við gerum 2019 í öðrum fjórðungi og sem að núna stendur yfir og 85% í þriðja fjórðungi. Síðan er svona aðeins meiri óvísa með veturum bara út af ástandinu. Við erum að sjá kostnað hækka allstaðar og spurning hvernig eftirspurnið þróast en við ætlum bara að stilla okkar leiðakerfi af miða við eftirspurnina. Það er ótrúlega mikilvægt í flugrekstri að vera með rétt framboð. Það verðum ekki ómikið framboð þannig að einingatekjurnar lækki talsvert og svo líka öfugt að þú vilt heldur ekki skjóta undir þannig að stýra leiðakerfinu agað og rétt er ótrúlega mikilvægt í flugrekstri. Og okkur hefur og okkar mati bara síðan við settum í gang aftur eftir COVID, ekki eftir COVID, eitthvað fór að gerast í júní í fyrra að þá svona gangsettu við leiðakerfið aftur eftir ansi langt hýðist tímabil og að okkar mati hefur okkur tekist mjög vel og okkar fólki að stýra leiðakerfinu, frambúðinu og bara félaginu rétt í gegnum þetta og okkar starfsfólk hefur bara gert þetta ótrúlega vel og sýnt mikla þrautsegju og útsjónarsemi í gegnum allt saman og það er ennþá staðan. Já, algjörlega. Hversu stór hluti af flotanum ykkar eru leiguflugvélar? Við höfum verið að taka Max-vélarnar á leigu. Við erum núna komið með 12 Max-vélar í flotan og 10 af þeim eru leiguvélar. Við erum með 13 75-ur ennþá í flotanum og við eigum þær allar. Og síðan erum við með 3 767-ur og við leigjum eina, eigum 2 og síðan erum við 2 cargo-vélar og við leigjum þær báðar. Það er svo mikil forréttindi að vera með búið einnig settinu, ég er bara svo lítið batt, mér er svo gaman. En Og svo gleymi ég líka loftleiða flotanum og þar eru flestar vélarnar á leigu en einhverjar beiguð líka. Og þessi samningar eru þá... Og svo gleymi ég einu líka, það er innanlandsflugið, við erum með 6 vélar þar og við eigum þær allar. Heljarna batteri. Svona leigusamningar, eru við þá... Hvernig er þeir almennt gerðir? Er þetta þá per flug? Er einhverju þannig? Þannig að þú getur bara, ef að eftirspurn dregst saman, þá getur þú bara, þá þarft ekki að borga af þeim, eða er þið bara með á bara tímabasis? Þú getur stilt þessu upp með bara alls konar hætti. Það eru mjög mörg atrið í leigusamningum. Þú getur stilt þessu upp með að við bara nýtingu. Þú getur borgað fasta leigu á mánuði. En það er ekki bara leigan sem að skiptir máli yfir tímabili, það eru líka þegar þú skilar vélinni í hvernig ástandi er þá vélinni, hvernig þarft að skila, í hvernig ástandi þarft að skila vélinni. Það getur haft verulega áhrif á bara reksturinn á leigutímabilinu og þú þarft náttúrulega að taka tillit til þess á þessu heildartímabili, hvernig skila ákvæðin eru. Þannig það eru mjög margir þættir í leigusamningu sem að skipta mjög miklu máli og þetta er flókið og bara mjög mikilvægt að gera þetta vel og fara mjög vel yfir hlutin áður og gera leigusamning. Þú getur verið með eitthvað atrið sem er mjög jákvætt en neikvætt einhverstaðar annar staðar, þannig að það er svona heildarpakki sem að skiptir öllu máli í þessu. Já, algjörlega. Já, þetta er heilmikil starffræði en svo er annað að segja að skila hagnaði. Já.
hvernig ætlum við að skila hagnaði? Það er bara óvissu ástand, en ef ég ætla bara að spyrja það hreint út, hvernig stefnan sett á að skila hagnaði? Við gáum út þegar við byrtum fjórðung síðast árs og ársreikning félagsins í byrjun febrúar, að þá gáum við út afkomuspá fyrir þetta ár og þá sögðum við að markmiðið væri að skila hagnaði fyrir árið í heild. Síðan skellur stríða á og eldsneytisverð hækkar mjög mikið og þegar við gáum út uppgjör fyrsta ársfjórðungs þess árs, núna í apríl, að þá tókum við afkomuspána úr sambandi. Við sögðum að við myndum skila hagnaði í sumar á öðrum og þriðja ársfjórðungi, þar sem að þriðja ársfjórðungur yrði miklu betur heldur en annar, en svona við tækjum þess að 2 fjórðunga saman, að þá væri við hagnaði á þessu 6 mánaða tímabili. Síðan væri bara óvissan og mikil fyrir síðara hluta ársins, veturinn þess áttar í þessu ástandi, að það var bara ekkert ábyrgt að vera áfram með afkomuspá fyrir árið heild í sambandi, þannig við tókum þá spá úr sambandi. Algjörlega. En það er bara fyrir ekki þau líkil atriði hjá okkur og bara fókusatriði nummer 1, 2 og 3 að koma félagin í hagnað og í sjálfbæran rekstur, og við erum alltaf að stíga skref í þá átt. Já. Hvernig gengur að koma félagin í sjálfbæran rekstur? Já, það er þetta sem ég er að segja, að þú verður ekkert mörg ár í tapi og Já, sorry. Ég ætla að breyta umhverfisvænt. Já, umhverfisvænt. Já, við það gengur bara vel og við höfum verið með mikla áherslu í því sambandi og kannski rétt að nefna það núna vegna þess að félagið okkar á 85 ára afmæli núna á föstudaginn, 3. júní, og á 75 ára afmælinu 3. júní þá vorum við með stjórnarfund á Akureyri og þá ákvað stjórnin að stefna á það og fara í allsherjar umhverfisvottun á félaginu, og það var mjög stórt og mikið verkefni sem við fórum í okkar samstæða, og við vorum svona eitt af fyrstu flugfélögum í heiminu voru ekki undir eitthvað samtíma þar? Jú, 10 ár, það var enginn að tala um þetta þá ekki mikið, og við vorum svolítið og okkar stjórn og fórstjóri bara svona mjög, þetta var framsýnt fólk og sá bara þetta var það sem að skipti máli og það er þetta sem að skipti máli núna og eins og segi, við vorum eitt af fyrstu flugfélögum sem svona fekk allsherjar umhverfisvottun á starfsemina. En síðan erum við búin að vera fjárfest alveg gríðarlega í nýjum og miklu umhverfisvænni flota. Á síðustu 4 árum höfum við fjárfest fyrir 70 milljarða í þessum nýju vélum sem eru náttúrulega miklu hagkvæmari fyrir umhverfið heldur en 7500, og 7500 séu frábærar hafa reynst félaginu mjög vel að ef við horfum á þetta byrjum saman eldsneytisnotkun max versus 75 niður á ferð, þá er þetta ríflega 30% munur, þannig að þetta er félagið búið að vera fjárfesta gríðarlega til þess að einmitt að lækka þetta umhverfis spor, og það er ekki bara á þessu sviði í fjárfestingum í flota, það er mjög margt annað sem við höfum verið að gera, bara hvernig við erum að fljúga vélunum og þess áttar, en þannig að við erum búin að vera með mikinn fókus á þetta og höldum því að sjálfsögðu áfram. Eru sóknartækifæri í grænum skuldabrifum, eitthvað sem er þetta kolumnsemna í gegnum? Já, það eru sóknartækifæri því og eitthvað sem við erum að skoða, og svo er annað sem við erum að skoða mjög alvarlega. Við erum í samstarfi við 2 félög út í heimi, eitt í Svíþjóð sem er að framleiða eða að þróa og hanna rafmagnsvél, og svo er annað félag í Bandaríkjónu sem er að þróa vél sem verður knúin áfram af vetni, og við erum eins og segi í samstarfi við bæði þessi félög og teljum algjörlega raunhæft að á þessum áratug verðum við farin að fljúga á rafmagnsvélum innanlandsfluginu. Þeir eru beinni vélar heldur en við erum notið í dag, 19 sæta, en geta hentað innanlandsfluginu mjög vel. Algjörlega. Kom það einhvern tíma til greina að kaupa á AR á sínum tíma? Það kom mjög til greina vegna svo við skrifum þetta samning kaupa á AR Þannig að það kom alveg til greina 2018. Þannig að við skrifum undir og ætluðum að gera það, ætluðum að kaupa á eignarfélagið. Tókum eina bara helgi í þetta og það sem ekkert var sofið frá föstudagskvöldi fram á mánudagshádegi að mig minn, og það endaði með undirskriftu, já.
þess að ég og Skúli skriðum undir þennan kaupsamning og það var líka í þessum kaupsamning ákvæði svona áralega könnun sem að við fórum svo í og síðan var niðurstaðan að við bökkuðum út úr kaupunum. En síðan aftur, hvenær var það? Já, í mars 2019, rétt áður en að Max-vélarnar voru kyrrsettar, þá fórum við aftur í smá skoðun en það væri ekkert að því þá. Já, þú mátt líklega ekki fara í það hvað var í DD-inu sem að gera það verkum að þið ákveða baka út, eða? Ég bara svona almennt held ég að hafa alveg komið fram og verið sagt að þetta var bara of mikil áhætta að félagi var of skuldsett til þess að þetta væri áhætta sem myndi borga sig fyrir hluthafa Icelandair á þeim tíma. Algjörlega. Talandum aðra yfirtöku, ef við tökum aðeins Cabo Verde Airlines. Þetta er verkefni sem þið ráðist í hvenær aftur? Maður er alveg búin að tapa tímaskynum í þessu COVID-ástandi. Byrjaði þetta ekki bara byrjun í 2018 að mig minnir. Ég ætla að leyfa mér að segja hvað klikkaði þar? Er það full djúpt í áruna tekið? Hvað klikkaði? Það er náttúrulega, þetta var tækifæri sem að loftleiðir okkar leiguflugsfélag hefur náttúrulega verið í því mjög lengi og það hefur gengið mjög vel í því hjá þeim að vinna með flugfélögum sem eru með veika innviði og sem dæmi má nefna stærsti viðskiptavinur loftleiða hefur verið til margar ára New Guinea í Papua New Guinea og þau viðskipti hafa bara verið mjög farsæl fyrir báða aðila. Við vorum líka lengi að vinna með Santa Barbara í Venezuela og það gekk bara vel held ég fyrir báða aðila allana, kom það vel út hjá okkur. Þannig að þetta hefur verið bara kjarnastarfsemi loftleiða og það sem hefur verið að nýta innviði Icelandair og minnka ástíðasveifluna og þess aftar og eins og segi, gengi mjög vel og þarna sá okkar fólk bara tækifæri í því að hjálpa Cabo Verde Airlines og stjórnvöldu þar að byggja upp flugfélag. Hugmyndin var að byggja upp tengimódel eins og við þekkjum svo vel hérna á Íslandi og erum mjög góð í að reka og hugmyndin var bara eins og segja að yfirfæra þessa þekkingu þangað. En það er náttúrulega bara ýmislegt sem að kemur upp á það mismunandi menning, kultúr og þess aftar en svo náttúrulega bara skellur COVID á fullum krafti og þá er mjög erfitt að vera með start-up flugfélag og þá ákveðum við bara fara út úr þessu og setja ekki fókusin á þetta lengur. Nei, akkurat. Ég með einu spurningu, finnst þér að það ætti að einkavæða flugvöllinn í Íslandi? Ég held að við höfum bara enn og aftur vísa í við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið á Íslandi, við getum alveg bara horta á hvernig hlutinir eru út í heimi og hvar hlutinir ganga vel. Við höfum séð bara mörg dæmi það á flugvöllum út í heimi að einkavæðing og einkavæðing af hluta hefur gengið mjög vel, þannig að ég tel það að það væri mjög hollt fyrir okkur Íslendinga að skoða það mjög alvarlega að fá erlenda fjárfesta helst með sérþekkingu í svona rekstri. Það eru fjárfestar sem bara gefa sig út fyrir það að fjárfesta í flugvöllum og svona þjónustu og þannig að ég tel að það sé ekki spurning að það geti verið mjög jákvætt og gott skref fyrir okkur Íslendinga að fá slíka aðila með okkur bæði að deila áhættunni og koma inn með þekkingu og þess aftar. Algjörlega. Ég vil nú bara skjóta inn í 588-5522. Já, beint upp á Keflavíkurflugvöll. Það er líka nánast frítt. Það er bara leðursæti og allir ferskir þegar ekki út einhver 50 ný leyfi sem við tökum fangandi. Það er ein sæti betur sagaklassætin í Icelandair, það er sætin í Hreyfli. Er það víst? Já, er það víst. Já, en svo er appi góða. Bogi, hver er uppáhalds Dominos pizzaðin? Þessi er erfið maður. Ég var alltaf mjög mikið fyrir bara græmetispizzuna. Já. Mjög góð. Hún er mjög góð, legendary. Ég er ekki samt græmetisæta en svo pizza bara henda mér mjög vel. Ertu fyrir sterkt eða? Nei, ég er ekki mjög mikið fyrir sterkt. Ég er frekar lélugur þar. Já, algjörlega. Ein persónuleg spurning, syrgir Joey and the Juice brottförina sem bara þegar þú fer á flugvöllin að fljúga?
Mér finnst Joe and the Juice hérna, ég fæ mér oft Joe and the Juice en eiginlega aldrei út á flugvelli, maður einhvern veginn það bara hentar ekki sko, þannig en hérna í Reykjavík fæ mér oft Joe and the Juice. Labbar ekki bara beint á Lámsinn eða? Já, beint út í vél bara. Já. Í næsta þetta fáum við til okkar Þórólf Guðnason sóttvarnarlækni. Ef við horfum aðeins í baksýnspegilinn, hvernig fannst þið Þórólf og Kó standa sig? Hvað var að takmarkana á landamærum í þessum heimsfaraldi sem við ætlum rétt að vona að sé búin núna? Bara mjög vel. Hann og þríeggið og við öll vorum náttúrulega að glíma við eitthvað sem við höfum aldrei lent í áður og þurftu þau að taka ákvarðanir og koma með eitthvað sem að hérna, eins og ég segi, þú veist, það var engin fyrirmynd eða einhver saga sem hægt var að byggja á, þannig að hérna, ég held að sé mjög erfitt að gagnrýna hvernig staðið var að þessu og bara heilt yfir komið við Íslendingar bara ágætlega frá þessu. Já. Og við sjáum það til næst núna, við erum búin að fyrir talsveit löngu síðan aflétta öllu hér á landamærunum en það er ennþá takmarkanir inn til Bandaríkjanna að því leiti að þú þarft að sína neikvætt próf áður en þú ferðum borðið í vélar okkar til Bandaríkjanna og annara flugfélaga sem er að fljúga til Bandaríkjanna. Þannig að En þið hljótið á skrifstofu Icelandair er að hafa, þið hljótið að allavega horta á alla þessa upplýsingafundi og þið hljótið einhvern tímann hafa svegt ykkur, semst Við svektum okkur mjög oft, ég var alveg reynskilin. Það ekki? Jú, ég var alveg akkur var að gera þetta og hitt og hérna. Manstu eftir eitthvað svona einu sem var alveg svona ekstra slæmt, eða? Eitthvað svona sem var erfitt að kyngja? Nei, það var ekkert sem að kemur upp í huga, en það var náttúrulega bara þetta á landamærunum, hérna, að vera að testa svona lengi, sem dæmi, svo lengi þurft að koma til Íslands. Já. Bara 3 mánuðum setna það var ekki verið að treysta fólki og okkur að spyrja út í heimi, það þurfti að testa allt hérna líka, það náttúrulega tafði og var bara óþægileg upplifun fyrir okkar viðskiptavinni að hérna það gekk kannski ágætlega á flugvöllunum úti og borð og svo kemur það bara hingað inn í einhverja kaos og örtröð og aðalúta því að það var þurfti að testa alla þeirra hérna og tala við alla og spyrja þeim hérna sömu vottor og var búið að spyrja við byrðingu hérna hjá okkur út í heimi. Þannig að við vorum stundum mjög pyrrð á því. Þannig að það er rétt. Talandum flugvöllin, sko, þá þegar ég kom held ég heim frá senasta haust 21, það voru ekki nema svona 17.000 manns á undan mér í rauðinni, sko, og þá hugsaði ég, sko, þetta er ekki það sem við viljum að Ísland sé þekkt fyrir, sko. Þannig að þetta er frábært dæmi það, sko. Það sem hefur verið kannski sína... Og ekki mjög, ekki heldur mjög kóindvænt. Já, jú, mjög. En eins og ég var að segja á hana, hérna, Þórólfur og aðri sem stóði í þessu voru bara að fást við eitthvað sem að hérna, enginn hefur lent í áður og enginn vissi hvernig þetta var að þróast, þannig að kannski eðlilegt að menn voru að taka svona varfærin skref en ég held að sé alveg örugt að ef eitthvað svona gerist aftur og þá verður tekið allt öðruvísi á því að þá munum við nýta reynsluna og söguna. Algjörlega. Ég þekkti ekki neitt á þessum tíma en ég hugsaði oft til að þú varst þannig í hringiðinni. Hversu þungt vóðu þetta á þér á þessum tíma? Hversu mikið varst að taka þetta með þér heim? Af því þetta hlýtur að hafa verið stöðu barátta. Já, þetta var stöðu barátta og hérna, en þetta bara er þetta eitthvað sem þú hérna ert í og reyna að gera þetta besta með frábært teymi með mér og frábært starfsfólk hjá Icelandair sem að hérna elskar fyrirtækið. Þetta er náttúrulega frábært fyrirtæki, frábært vörumerki, frábært hérna viðskiptalíkan og það er það fyrst og fremst sem að kom félaginu gegnum þetta, að hérna bara trú okkar allra á þetta viðskiptalíkan, vörumerkið og þetta er náttúrulega ekki fyrsta krísan, þó þetta sé alvarlegasta krísan sem að við og bara flugreksturinn hefur gengið í gegnum, flugrekstur í heiminum, að þá hefur okkar félag sýnt það bara svo ofta að við komumst alltaf í gegnum hlutina. Það er líka bara því að við erum með frábært viðskiptalíkan og frábært starfsfólk og hérna. En ég tók þetta ekkert mikið heim, sko, ég hérna náði að kúpla mig út og eins og ég hef oft sagt, sofa vel og þess aftar, sko. Já, það er gott. Svo ef við förum út í þessa aðra krísu sem er þetta stríð sem er í gangi núna, þið hljótið allavega 7-9-13, þið hljótið allavega haldið þetta myndi hafa meiri áhrif á reksturinn. Er það ekki eða? Nei, ekkert endilega. Við vissum það náttúrulega þegar fólk er ekkert búið að vera að ferðast núna í 2 ár af COVID og allir mjög ferðaþyrstir. Ísland er friðsælt land og er þekkt fyrir það er svona vörumerki Íslands. Þannig að við áttum ekkert von á því að þetta myndi hafa meiri áhrif á
á bókanir, við vorum bara bjarsýn fyrir sumarið og vorum áfram bjarsýn þegar stríði skalla á en þetta það þessi óbeinu áhrif út af hækkun eldsneytisverð sem eru mjög mikil. Algjörlega. Og svo spurningin náttúrulega hvernig bara hagkerfin þróast í framtíðinni eftir sumarið og næsta vetur og svo næsta vor þegar allur kostnaður að hækka og vextir að hækka allstaðar og þess aftar, þannig að það mun alltaf áhrif en við munum bara aðlaga okkar að því eins og öðru. Mér langaði að skjóta einu, þetta meira bara svona pæling frekar spurning að búa. Heldurðu að vaxtahækkanir hafi áhrif á hvað var það sko eftirspurning eftir flugum með Icelandair? Þá ég að hugsa bara fólk sem bara með íbúðalán. Segjum bara Seðlabankinn hækkar vexti 100 púnta, þá hugsa fólk, íbúðalán hækka bara 50-100 skall. Þá bara get ég farið sjaldnæður erlendis. Tengir við þetta? Sem líka í takt við verðbólguhækkun sko og minni kaupmátt. Já, þetta hefur allt áhrif þegar fer einhver hluti að laununum hlutfallslega meira í annað og að þá hefur þetta allt áhrif og þannig virka bara hagkerf heimsins en það sem gott við stöðuna sem við erum í að við erum svo lítil að við þurfum svo lítinn hluta ferðamönnum heimsins og ef við stöndum okkur til dæmis í sumar, ekki bara við hjá Icelandair, heldur bara íslensk ferðaþjónusta í því að sinna öllum þeim ferðamenn sem hingað að koma að þá bara framtíðin björt og ef að svo saga fera af okkur og hingað sé frábært að koma að þó að hagkerfin sé eitthvað að skreppa saman að þá verður alltaf fjöldi ferðamann að ferðast og við Íslendingar þurfum svo lítinn hlutalli þetta sé bara í ágætismálum hjá okkur þannig verðum við að horfa á það en þetta hefur alltaf verðhækkanir á öðrum hlutum áhrif eftirspurn dregst saman og við sjáum það að Seðlabankar heimsins eru að reyna að draga úr eftirspurn, reyna að draga úr eyðslu og þess að með hækkun á vöxtum meðal annars og allt hefur þetta áhrif. Algjörlega. Loopmenn vilja sjálfsög minna Mango Tango Loop sem sumarbræði í sumar. Bara, erum við ekki með þetta hérna bara? Jú, nýjar umbúðir. Já, stór glæsar og svo eru það umhverfisvæna einni. En þeir vilja vita hversu eftirsóknarverður staður Ísland í dag? Hann mjög eftirsóttur af ferðamönnum og Ísland náttúrulega kjörland í ljósi aðstæðna bæði eftir COVID. Hér mikið pláss og þú getur farið út allt og bara verið einn, má segja. Rétt út fyrir borgarnamörkin og bara verið einn og þannig að plássið mikið. Og síðan sú saga af Íslandi að hér sé mjög friðsælt og það hentar líka vel í þessum aðstæðum sem heimurinn að glíma við núna þannig að Íslandi bara mjög eftirsóttur áfangastaður í dag. Ein í framhjálpi, hversu stór partur af flugunum ykkar eru layover ef þið eru með gögni við það? Ef við horfum bara áfangastaðina, ég ekki með hlutfalli á layover flugum akkurat í flugáætlunum í sumar en við erum með staði eins og Seattle og Portland og Orlando og Denver sem að stórum hluta eru layover en í einhverju tilvikum koma við strax tilbaka og að því núna í sumar eru að reka hennar svo kallar seinnibanka en þessir áfangastæðir eru allir svona sem við kallum layover staðir þar sem að svona að öllu jöfnu þá býða vélarnar þannig til daginn eftir og koma tilbaka og tengja þá við morgunbankan. Já. Seinnibanka, morgunbanki. Já, svona, ef við förum aðeins yfir bankastruktúrun hjá okkur, þá eins og við þekkjum að þá fara vélarnar snemma á mótnana til Evrópu, koma svo tilbaka seinni partinn og fljúga til Norður Ameríku og svo koma þeir morgunin eða daginn eftir og bara svona gengur þetta 24/7 og allan ásins hring. En þegar við fljúum til dæmis til Seattle, þá flugi bara það langt að vélin næri ekki að tengja tilbaka næri ekki að tengja tilbaka. Þá býða þær hangli daginn eftir og fljúða þá tilbaka og tengja við morgun brottfari til Evrópu. En núna í sumar erum við að reka hennan svo kallar seinnibanka, þar sem við erum með brottfarir til Evrópu líka aðeins seinna í morgunin. Þær koma svo seinna tilbaka og þá brottfarir seinna líka til Norður Ameríku. Þannig að við erum komið með svona, tvöfaldan bankastruktúr og þar að leiðandi getum við boðið upp á bara gríðarlega mikla tíðni og frábæra þjónustu á mjög marga af okkar áfangastöðum. Það frábært. Mér er alltaf finnst þetta vanta fleiri banka á Íslandi sko. Ósammála því.
Af öllum þeim flugum sem Icelandair er að fljúga í dag, hvaða ferðir vinsælust og hvaða ferðir eru arðbærastar? Já, svona gegnum tíðina hafa staðir eins og við þekkjum þetta, Kaupmannahöfn, Boston, New York, Seattle, London hefur gegnum tíðina verið mjög sterkur, en það hefur breyst svolítið, sá staður er aðeins meira, og Bretland aðeins meira krefendi, það er margt að gerast þar, Brexit og þess aftar. Amsterdam hefur lengi verið mjög góður áfangastaður hjá okkur. Er London að kólna? Eða svona? Ég myndi ekki segja kólna, en bara umhverfið þar hefur breyst svolítið, þannig að já. En bara við erum náttúrulega alltaf að greina okkar leiðakerfi og við viljum helst ekki fljúga á staði sem er ekki að bera sig, og síðan vinnur þetta saman að við horfum á hvernig staður er að kontribúta inn í áframhaldandi flug til Ameríku eða horfum á Evrópustaði og þannig að við horfum alltaf líka á leiðakerfi í heilsinni. Algjörlega. Smitten, Birgir, þú kannski segir okkur aðeins frá Smitten. Haraldur Smitten maður landsins. Hún er först í 4 ár, þannig að það væri. En það er frábært varðan í gær og það er... Nei, en þú er samt að tala hvað þér þótti sniðut þarna. Já, mér finnst sniðut sko þarna... Já, þú ert að sýna mér þetta á hann. Mér finnst sniðut sko að ég maður þegar maður var Tinder í gamla daga sko. Já, bara eins og þú sett að prófi. Já, þetta er smá próf. Ég maður þegar maður var Tinder í gamla daga sko, þá vissi maður ekki hvernig maður byrja samræðunar, en þarna er komið lay-up hvernig maður átt að byrja samræðunar. Lay-up. Já. Það er bara svara nokkur spurningum, bara svo farið 3 vitlaus og þá hættir að giska og þá birtast svöriðin strax. Segjum að fá 16 rétta, 16 mismunandi punktar sem við getum byrjað samtalið á. Þetta er bara snild. Bói, ég er að fara strax heima að skoða þetta. Nei, þeir elska ekkert meir en Icelandair. Þeir eru svolítið líkir okkur upp á það að gera. Og þeir vilja einfallega vita, já, þeir fljúa náttúrulega alltaf í saglas. Og þeirra spurning er, ef þú fengir að velja einn áfangastað sem Icelandair myndi byrja að fljúa á? Sem eru ekki að fljúa í dag. Sem eru ekki að fljúa í dag. Hver verður það? Þetta er erfið spurning, sko. Ef ég horfi bara á það út frá mér, sko, ekki frá kannski rekstrinum. Okay. Ætli myndi ekki velja bara Hawaii eða eitthvað slags. Já. Ok. Skella sér hans í golf þar og njóta lífsins. Það hljómar ágætlega. Já, það eru ekki góði golfvellir þar. Hver er senasti golfvellir sem þú spilaðir? Á Íslandi? Á Íslandi, já, byrjum að því. Á Akranesi. Ok, hver er uppáhaldsgolfvellurinn á Íslandi? Þeir eru ótrúlega margir góðir. Ég er náttúrulega alveg upp á vellinum að Eskifirði, þannig að hann er alltaf svona á staði í hjartanu, eins og líka á Akureyri en síðan bý ég núna mitt á milli Korpu og Grafarholts, þannig að ég fer mjög mikið á Korpústaði, mest þangað, alltaf það sé ekki uppáhaldsvöllurinn minn í dag, jú, ég myndi segja það, frábær golfvöllur. Grínum á Skaga er að koma vel undan vetri, það er hansi góð. Bara allir vellir eru, skils mér að koma mjög vel undan vetri, ég held að þessi veðurfari í vetur, það sem að kom mikil snjór sem að virka bara svona sem ábreiða, í staðinn fyrir að vera alltaf með klaka og þannig að vellinir eru almennt að koma mjög vel út og sem er frábært fyrir okkur kylfingana. Algjörlega, og veðrið búið að leika við okkur sem skemmir ekki. Serðu fyrir í nánustu framtíð að Icelandair geti flogið beint úr gólfinu í aftur í flugreksturinn? Það var stutt stopp, þetta var layover. Icelandair fara að fljúga beint til dæmis Dubai eða Ástralíu eða eitthvað slíkt? Ég tel nú Ástralíu ekki mjög vera raunhæfan kost, en við skoðum það mjög alvarlega, líklega 2018 eða 17, að hefja flug til Asíu, og það var ákveðið hjá okkur að hefja flug til Asíu, Delhi, í haustið 2018, og við vorum búin að setja það bara svona á planið, en síðan kom bara ýmislegt upp, þannig að við hættum við það. En við erum með 767 vélarnar í okkar flota sem að geta flogið til Asíu og hver veitnum að við munum gera það svona í náni framtíð, en núna er okkar fókus fyrst og fremst á að bara eins og vorum að tala í uppafi, að koma félagin í hagnað og styrkja afkomuna af núverandi leiðakerfi. Það er svona lykilatriði nummer 1, 2 og 3 hjá okkur. Já. Heldur að ef þið hefði tekið deli á okkur að þið hefði verið að váa yfir ykkur? Við sáum svo fórum náttúrulega þessa leið í desember 2018 og ég held að það hefði verið mjög gott hjá okkur að bíða með þetta. Já. Algjörlega. Kyocera-menn eru sömuleiðis með einfalda spurningu. Reykjavíkurflugvöllur, já eða nei? Já, það er mín persónulega skoðun að bara hygglust, já. En eða er þetta færan, hvað er þetta, Hvassahraun? Já, Hvassahraunni.
Já, ef að væri völlur þar sem að væri hérna bæði innanlands og millilandaflugvöllur þá væri það held ég ágætis kostur en nú á sér stað mjög mikil uppbygging í Keflavík og fjárfesta þar mjög mikið utanfyrir ár og svo fjárfesting heldur áfram í sumar og næsta ár þannig að ég held að sá kostur bara ef ég tala út frá mér, hvað skoðan ég hef á þessu eða hvað mér finnst að hérna bara horfandi á stöðuna að það verður alltaf bara óraunhæfara eftir því sem við fjárfestum meira í Keflavík að millilandaflugið færist eitthvað annað og að vera að færa innanlandsflugið eitthvað annað en saman við millilandaflugið frá Reykjavík, það finnst mér ekkert sérstaklega góð hugmynd og færa innanlandsflugið alfarið til Keflavíkur, það held ég gangi ekki upp þá held ég það muni svona stórun hluta bara leggjast af til dæmis flug til og frá Akureyri. Þannig að ég segi bara hygglust já við Reykjavíkurflugvelli vegna þess að fólk út á landi á í þessum landslutum, hvort sem það fyrir á Norðurlandi, Austurlandi eða Vestfjörðum að þurfa að sækja hingað mjög mikla þjónustu og þjónustuna í miðbænum og það líka frábært fyrir okkur sem að búa hér á höfuðborgarsvæðinu að geta bara stokkið niður á Reykjavíkurflugvöll og vera að koma inn til Akureyrar eða Egilsstaða innan við klukkutíma frá mætir á flugvöllin. Algjörlega. Hvernig það? Þú veist, þetta mjög arðbær eining í ykkar rekstri og tekur allt batterið með og hver sér reksturinn á Reykjavíkurflugvelli? Sem sagt innanlandsflugi. Já, innanlandsflugi. Innanlandsflugin hjá okkur. Já. Innanlandsflugið hefur ekki verið mjög arðbært núna síðustu ár. Þetta gekk ágætlega skilaði einhverju afkomu, jákvæðri afkomu í einhver ár. Síðan komu meira krefandi tímar. Félagið þurfti náttúrulega að fara í endurnýjun á flota og þess áttar og þá ertu komið með dýrari flota og þannig að reksturinn gekk fyrir ekkar illa 2000, ef ég man rétt, 17, 18 tókst það snúanum nokkuð við 2019 en við fórum og í svona mikla bara skoðun á þessum rekstri okkar 2019 og þá var hugsunin, það voru bara 3 valkostir sem við vorum að horfa til, það var að selja þetta ef einhver vildi kaupa, leggja þetta niður eða bara styrkja þetta og samþætta þetta meira við Icelandair og millilandaflugið og það var niðurstaða okkar stjórnar félagsins og að horfa til þess að sameina þetta við millilandaflugið og núna í dag rekum við bara eitt vörumerki, þetta bara Icelandair og eitt bókunarkerfi og þess áttar og það eru ástæðan fyrir við ákveðum að fara þessa leið. Við sáum bara mikil tækifæri í því að tengja millilandakerfið miklu betur við innanlandskerfið og þess vegna var þessi ákvörðun tekin 2019 við fórum í þessa vegferð og fyrir rúmi ári síðan þá breytist þetta að bara nafnið Iceland Connect hvar á braut og þetta var bara Icelandair og eins og ég segi hugsunin og ákvörðunin snýst að geta boðið farþegum út í heimi sem dæmi sem er að koma til Íslands í annað skipti, þeir koma til Íslands kannski í fyrsta skipti og lendi í Keflavík og skoða suðvesturhornið og næst þegar þeir koma þá vilja það kannski fara eitthvað út á land og það er náttúrulega mjög algengt til dæmis í Bandaríkjunum þú ert að fara eitthvað, þú tengir gegnum 1 og stundum 2 velli og núna getum við boðið fólki í Boston eða New York eða Raleigh bara við seljum bara Akureyri eða Egilsstaðir og Ísafjörður bara eins og hver annar áfangastæður í okkar kerfi og þú kaupir bara miða og þetta bara 1 miði til Akureyra þó það sé stopp á leiðin og síðan viljum við gera þetta enn betur og það var markmiðið strax þegar við settum þetta í gang 2019 eða hófum þessa vegferð að fljúga á milli Keflavíkur og Akureyrar í innanlandsflugi þannig að við næðum að tengja þetta betur við, bara kerfin betur saman, heldur en áður. Algjörlega, hvernig finnst þér svona ef þú horfir alveg blákvælt á, hvernig finnst þér hafa gengið að kynna erlendu ferðamönnum fyrir landsbyggðina og ég er ekki að biðja með akkurat tölu en þú veist, hvað eru margir sem fljúga með Icelandair hingað til lands sem svo tengja við Reykjavíkurflugvöll? Það hefur gengið ágætlega, ég er nú ekki með tölunni í kollunum en eftir þegar við sameinuðum og fórum live í sameinuðu félagi, það var náttúrulega í mars í fyrra, við höfum ekki búin að vera í eðlilegu ástandi síðan en við sjáum alveg mjög jákvæð teikn í okkar bókunum þar sem við sjáum
viðskiptavinni bara vera að bóka beint norður eða austur og eins og segi, við ætlum að styrkja þetta bara enn frekar og bjóða upp á flug frá Akureyri til Keflavíkur til móts við Evrópubrottfarinnar og svo fara það tilbaka með fólk sem er að koma frá Norður-Ameríku og svo aftur seinnipartinn til móts við brottfarinnar til Norður-Ameríku. Þannig að þið horfið alls ekkert á þetta sem einhverja byrði í ykkar rekstri, frekar þetta er bara vaxtatækifæri? Já, ef við höfum hort á þetta sem byrði og ekki séð vaxtatækifæri, þannig að 2019 þegar við fórum í þessa greiningu, að þá hefðu við annarkvort selt þetta eða lagt þetta niður. Við sjáum tækifæri og tækifærin felast fyrst og fremst í því að tengi þetta betur saman heldur en áður. Og þess vegna fórum við í þessa sammenningu og þú spurðir áðan hver er að stýra innanlandsfluginu hjá okkur. Það er í raun engin að þetta er bara hluti af starfsemi Icelandair. Já, okay. Við lögðum í raun bara af stjórnendateymi sem þarna var. Þannig að við líka vorum að einfalda reksturinn og strömlinulaga og hagraða með þessu. Algjörlega. Mér finnst áhugavert sem varst að segja á hann upp á að þú verður opinn fyrir því að skoða að fara flugvöllin í Hvassahraun ef það væri bæði innan- og utanlandsflug. Auðvitað erum við að, eins og segir, að leggja meira og meira kappa á innviðin í Keflavík. Þannig að það verður kannski ekki vanlegri kosti með tímanum, en nú er ég blautur á bakveirum bæði í borgarbólitíkinni og í flugrekstri. Ég held alltaf að aðal vandamáli væri kostnaðarliðurinn bara við það að færa Hvassahraunið, en af hverju, en þú veist, það skapar auðvitað fullt að tekjum í kassan ef við seljum þessar lóðir, hrindar bara í vasan og borginni, en af hverju ertu opinn fyrir því að færa bæði en ekki bara til dæmis innanlandsflugið í Hvassahraunið? Ég segi bara enn og aftur þetta er svona mín skoðun og mína pælingar. Já, algjörlega. Hvað sé að 2012 eða 2013 þá vorum við að skoða þetta mjög mikið og mér leist mjög vel á þá hugmynd að hefja þá uppbyggingu á nýjum flugvelli í Hvassahrauni, bæði fyrir millilandaflug og innanlandsflug. Þetta þurfti náttúrulega að fara í ákveðna rannsóknir bara á svona flugskilurðum og svo er náttúrulega, hvað sé, við búum í heitu landi, hvað jörðin okkar varðar, þannig að þau þurftu náttúrulega að skoða og greina og áhóttu greina það allt saman og tækifærin sem við sáum og ég sá að bara spara þennan ferðatíma, það er mjög hagkvæmt fyrir íslenskt hagkerfi að gera það og svo líka að geta tengt þetta betur saman á einum velli með hagkvæmum hætti, allt innanlandsflug og allt millilandaflug tiltölulega stutt frá höfuðborgarsvæðinu. Það við sáum mikið tækifæri því en þegar að vera að færa völl sem við erum með fína völlin í Reykjavík og að mínum að þetta er það bara frábært fyrir okkur sem þjóð að vera með völlin þarna. Auðvitað er þetta verðmætt lóð og það er einhver hagsmunir sem tókast á en að færa völlin og fara að byggja einhvern annan völl sem er ekki á sama stað og millilandaflugvöllurinn. Ég persónulega finnst það bara ekkit sérstaklega góð hugmynd. Já, mér finnst góð rök, ég veit að bóði rosamarveglega núna, en mér finnst góð rök það sem einhver sagði segjum þetta væri aukt svæði í dag, sem við myndum bara taka núna flugvöllin í burtu og nú myndi koma einhver borgarskipulagsfræðingur og segja hvað viltu setja þarna? Það er ólíklegt að segja, ætlum við ekki plantinu flugvölli þarna? Já. Eða hvað, kannski ekki það? Nei, kemurlega. Þú verður náttúrulega að hugsa þetta út frá heildarsamhenginu. Algjörlega. Hvar er þjónustan sem að fólki út á land er að sækja og þess aftar? En þetta eru margt sem að tókast á í þessu, hagsmuni borgarinnar og erum bara allra, en ég vísa bara aftur til þess að þetta eru svona mínar pælingar í þessu. Algjörlega. Já, í bili fögnum við golfvararnir því bara að sé engin hljóðmengun hann á keili. Ég er enda mjög gaman af flugulum og hljóðinu sem kemur frá þeim. En Kemimenn vilja aðeins ræða þess að 16 milljarða lánalínu sem Icelandair fekk upp af COVID frá ríkinu. Já. Skilurðu gagnrýnina sem þetta fekk? Ég hef nú reyndar ekki teirt mikla gagnrýni. Að því ef við horfum bara á hvernig þetta hefur verið gert út í heimi, það lentur náttúrulega öll flugfélög heimsins í gríðarlegum vandræðum og allsstaðar það sem að flugfélög skiptu einhverju máli fyrir viðkomandi land og hagkerfi viðkomandi landa flugfélög sem höfðu sögu og voru á einhverju svona hlutfallslegri stærð allavega í langflestum tilvingum fenguðu mjög mikla fjárhagslega aðstoð frá stjórnvöldum og mjög oft bara það var beint komu peningar inn í félögin í svona sértækum aðgerðum, hvort sem það voru bara styrkir eins og sáum mikið í Bandaríkjunum, lán, eiginfjár, innspýting og þess aftar. Þetta hefur séð mjög víða í Bandaríkjunum og Evrópu.
hér var bara farin önnur leið. Við náttúrulega nýttum þessi almennu úrræði og við varum náttúrulega eitt stærsti, ef ekki stærsti, einkarekni atvinnurekandi þegar eða vinnuveitandi þegar COVID skall á og þá mjög eðlilegt að við erum hlutfallslega að fá stóra tölur og bara vorum að nýta þessar almennu aðgerðir stjórnvalda eins og flest önnur félög í ferðaþjónustu og þess áttar en síðan var ákveð að koma þessa lánalínu sem var, eða stjórnvöld ábyrgðust hana að 90% leyti og hún var mjög mikilvæg í endurskipulagningunni hjá okkur og þeir fórum í hlutafjárútboði en við dróum aldrei á þessa línu og svo höfum við náttúrulega bara séð að félagið okkar komst í gegnum þetta og við settum leiðakerfi í gang, leið og einhver eftirspurn tók við sér, fluttum inn bara fjölmarga ferðamenn á síðast ári, sköpuðum gríðarlega miklar tekjur, hvort sem þar voru bara beint í gegnum skatta og gjöld af okkar starfsemi, hjá okkar starfsfólki og þess áttar, svo ekki sem minnst á gjaldeyrisköpun og þeirra ferðamenn sem hingað koma. Þannig að ég hef nú bara að langmestu leyti heyrt talað jákvætt þessar aðgerðir stjórnvalda. Já, og líka kannski taka fram að þið nýttu ekki. Við nýttum aldrei línuna og eins og segi að við fengum enga sértæka fjármuni inn í félagið og að mínum að þetta var bara mjög vel heppnað af því að eins og ég var að segja, við höfum verið að keppa við félög sem hafa verið að fljúga til Íslands sem dæmi bandarísku félögin sem að voru bara að fá bara styrki beint inn í félögin, inn í rekstur, inn í marga milljarða bandaríkjadala og félög í Evrópu sem voru búin að fá EIF frá stjórnvöldum eða lánalínur og peninga beint inn í félagi í sértökum aðgjörum. Hér var bara farin allt önnur leið sem heppnaðist vel og hér var ekki verið að taka nærrið eins mikla áhættu að setja eins mikla fjármuni í þetta og allt sem hér var gert hefur skilað sér margfalt tilbaka eins og við sýndum fram á núna í bara aðalfundurum okkar. Algjörlega. Finnst þér þetta að vera öðruvísi heldur en þegar að ríki vil til þess ekki koma til að bjarga á? Það náttúrulega, já, allt öðruvísi og bara margt sem að allt öðruvísi. Þetta bara heimsfaraldur sem að skella á bara heiminum og það var verið að gera svipaða hluti hér og annars heiminum bara með allt öðrum hætti. Og en tókst bara mjög vel þannig að þetta allt öðruvísi dæmi, Já, algjörlega. Og svo náttúrulega líka bara með þetta hjá okkur að þegar við okkar félag, þegar COVID skall á okkur, þá var bara staða félagsins mjög góð. Við vorum með mjög sterka lausafjárstöðu, sterka eiginfjárstöðu og þannig við vorum í bara mjög góðri stöðu og viðskipta líkan félagsins hefur marg sanna sig og horfum á árin fyrir COVID, síðustu 10 ár, það var hagnaður af rekstri félagsins flest öll árin og við vorum á góðri leið aftur í það að fara í hagnað og voru nýbúin að fá inn í félagið erlenda fjárfesta. Þannig að, félagið bara í mjög góður stöðu þegar þetta skall á okkur. Ein pæling sem ég fara að varpa fram, þetta ekki undirbúða neitt, en er íslenska ríki ekki kóngurinn í buy low, sell high? Já, tökum 2008, tökum bankana og bankasöluna núna en þetta var auðvitað bara lánalína þeir hefði bara að halda þeir kaupa díun og halda sko. Við höfðum heimild til að segja upp línunni og gerðum það að með minnir 8 mánuðum áður en hún rann út og nýttum hann aldrei þannig að við vorum í stöðunni til að segja henni upp en þetta var einhver kostnar í því fólkina að vera með línuna, við borguðum svona ábyrgðagjald og þannig að við tókum ákvörðun að segja henni upp áður en hún rann út. Já, algjörlega. Já, mér langaði bara rétt aftur aðeins að koma inn á Kemi á Tunguhvalsvegi 10. Það er ágætt að nefna hjá Kemi fást efnin til að nota í ferðasalerni í húsbílum og sumarbústöðum. Þetta er alveg snilt. Þetta er ekkit mest sexy topic en þetta er bráðnauðsynlegt. Það þarf að ræða þetta. Það þarf að ræða þetta eins og önnur mál. Paydimenn fóru stórir inn í síðasta hlutafjárútboð á Íslandi á genginu 1 og eru því syngjandi og talandi. En þeir klóra sér núna í haustum og pæliði hvort þeir hefði átt að selja þegar þetta var komið í rúmlega 2. Kemur til greina að fara í annan hlutafjárútboð? Nei, ekki eins og staðan núna, það bara hefur ekki komið til umræðu hjá okkur. Nei. Við fórum náttúrulega hlutafjárútboð þarna haustið 2020. Síðan kom Bain Capital inn í júní 2021 og síðan þá hefur ekkert komið til umræðu að auka hlutafjár frekar hjá félaginu. Nei, algjörlega. Mér langar bara
hrósaði sérstaklega fyrir þessari viðleitni sem átti sér stað þegar að við verum fyrsta lagi bara hrósa okkar mönnum í verðbréfatips. Já, skemmtileg séða. Já, hún mjög skemmtileg og margir sem að hafi ýmislegt fram að færa og þetta er bara skemmtileg umræð. Ég held að bara vel flestir sem að séu í einhverjum rekstri eða pælingum kíkja inn á hennar milli og það var, þú fékkst fyrirspurn á verðbréfatips. Hvort þú verið til að kíkja í kaffibólla? Já, það var enda þannig að ég er nú ekki fylgist ekki með verðbréfatips sjálfur en þessi aðili sem held ég að þú sért að vísi, hann sendi okkur eða mér fyrirspurn. Ég bauði hann bara í kaffibólla og til þess að taka spjallið, sko. Það er ríkilega, það er væntanlega ekki hvaða fórstöru í kaupellin sem er tilbúin bara í kaffi til að ræða reksturinn bara. Það er vel gert. Þetta er væntanlega ekkit, þetta er ekkit sem hún leggur í vanaðinn að gera. Nei, en ef að menn vilja koma og hitta mig og ræða málinn og okkur, þá gerum við það mjög oft, sko. Já, taktu bara þessi 2-3 vikur frá núna. Nei, það er ríkilega gaman að heyra þetta. Þetta er mjög töff. En þá komum við að spurningunum frá ritturunum. Þetta er aftur í boði Peiti. En þeir eru að sjá bókald fyrir minni fyrirtæki, meðalstór fyrirtæki og einyrkja. Rétt. Og aftur, Birkir, hvort erum við meðalstórt eða stórt fyrirtæki? Við erum of stórt fyrirtæki. Við erum of stórt fyrirtæki, já. Fylgistu með Icelandair á keldunum daglega, spyr Birkir. Já, ætlum að kíkja ekki á gengið, já, daglega, já, ég myndi segja það, en ég er ekkert rosalega upptekinn að því samt, sko. Já, hefur þetta ekki áhrif á skapið þitt? Alls ekki, nei. Ok. Hvernig gengið er að þróast hefur ekki, áhrif á skapið mitt vegna þess að það er svo margt sem að hreyfir þetta gengi sem að við erum ekkert að stjórna. Bara, já, fullt af hlutum sem að einhverjur að tala um eða láta sér þetta í hug sem að hefur áhrif á gengi, þannig að hvernig gengi er að þróast hefur ekki mikið áhrif á skapið mitt, nei. Nei. Bríó Léttul. Já. Okkar menn, þetta er ríkilega gott. Þetta er besti pilsner léttbjór á landinu. Í nær öllum flugum sem að BKS hefur farið í hefur verið boði Bríó Léttul, ekki satt? Jú, annars gengi út. Annars gengur út, já, úr flugulni, bara leið og kemstæði þegar hún tekin á loft. Þeir vilja aðeins ræða bífið ef við setja gæsaleppir á þetta. Sem nú stóðst í við Flugfreyjufélag Íslands. Fannst þér og finnst þér kröfur þeirra að vera allt á háar ef þetta er borið til dæmis saman við hvernig þetta starfi kjara erlendis? Við bara náðum að mínum að góðum samningum fyrir báða aðeila 2020 eftir samningaviðræður og það sem að mínum að tókst í þessari endurskipulagningu var að okkur tókst að bara verja kjör okkar flugfólks. Við erum áfram að bjóða upp á mjög góð kjör og erum mjög ánægð með að geta gert það. Þannig að mínum að miðað við aðstæður þá náðist þarna bara mjög farsæl niðurstaða. Það verður mjög mikla breytingar á samningunum, bæði hvað varðar samninga við flugmenn og svo flugfreyjur og flugþjóna. Þannig að sem að nýtist félaginu en það á sama tíma tókst að verja kjör flugfólksins og þau eru áfram bara mjög góð og við erum mjög stolt af því að geta boðið upp á góð kjör. Þannig að niðurstaðan var að mínum mati mjög farsæl. Sko, það hefur alveg verið töluvert hávær umræða það að kannski flugfreyjur, flugverkjar, flugmenn séu að fá laun og launahækkanir sem eru ekki alveg í takti við það sem er að gerast annars staðar, kannski 10-12% launahækkanir ári samborið við. Já, bara launakostnaður í Íslandi almennt bara. Já. Er þetta, eru við, þú veist... Fyrir spurningin strax. Já, þú veist, spurningin er sá að kannski launahækkanir á Norðurlöndunum er kannski 0-2% ári og svo ertu með hér á Íslandi bara 10-12%. Þú veist, getur við verið, við vorum að tala, í byrjun þátt voru að tala 25 flugfélag sem er að fljúga til Íslands. Þú veist, getur við verið að keppa þessi flugfélag þegar þetta eru launin hérna? Það er mjög erfitt ef að laun á Íslandi er að hækka mikið umfram það sem að gerast í samkeppnislöndunum okkar. Þetta snýst ekki bara flugfélögin, þetta snýst líka að við erum náttúrulega að bjóða ákveðna þjónustu ferðamenn sem hingar að koma og ferðaþjónustan í heild sinni verður að vera samkeppnishæf. Við erum að keppa við
við Noreg og bara öllunum lönd sem áfangastaður og til lengri tíma verðum við að vera samkeppnishæf og það bara liggur fyrir að við hér getum ekki verið að hækka laun langt umfram það sem að gerast í samkeppnislöndunum þá endar það með því að krónan bara hreinur, þá verður að leiðrétta leikinn með því en ég held að skynsemin einhvern veginn hljóti miklu frekar að vera svo að hækka laun svona hóflega og í takt við það sem við erum að sjá hérna í löndunum sem við erum að bera okkur saman við. Algjörlega. Hvar myndirðu setja að Íslandir á samkeppnisás flugfélag? Það að segja, þú veist, ef þú ert með lággjalda flugfélag, miðgjalda flugfélag og svo hágjalda flugfélag, þú veist, eru þið einhvers staðar að pleysa þarna á ásnum, myndirðu segja? Við erum einhvers staðar þarna á milli, við höfum oft sagt að við sem að milli lággjalda félaga og þessara full þjónustu félaga, það er ekki til neinn sérstaklega góð orðið yfir þetta en við erum einhvers staðar á milli, við erum með bara með frábæra þjónustu, við erum með gott sætabil og þetta er bara mjög góð vara sem við erum að bjóða en við erum ekki með og við erum með það sem við köllum sagaklass, við erum ekki með first class, það sem er sætið það sem getur lagst í raun, þetta er lie flat. Þannig að sem að þessi full þjónustu félög er að bjóða upp á í flugum til þess yfir hafið. Þannig að við erum einhvers staðar mitt á milli. Kæmi þetta greina að fara í hitt með first class? Það kæmi þetta greina að vera með þetta lie flat sem dæmi og það er eitthvað sem höfum skoðað að bjóða upp á þá vöru. Við værum ekkert mikið að breyta samt okkar konsepti. Það eru komin sæti sem eru tiltölulega hagkvæm og einföld í þjónustu og hafum borð en það sem að okkar viðskiptavinir getur þá bara halla sér alveg og breytu sig í rúm en eins og segir við höfum skoðað en niðurstaðan hefur verið að fara ekki þangað. Já, það sem ég líka við erum harrið Icelandair menn, það sem ég er ánægast með Icelandair að þið eru samt með alla flóruna þú getur bara farið í economy light og þið eru þið getur tekið alla flokkana Já, við settum economy light inn í vöruframboð okkar það ætlaði ekki verið 2017-18 en og það var náttúrulega tilgangurinn var að geta boðið upp á lægri fargjöld, þetta eru einfaldari fargjöld, það er minna innifallið og þar er verðið lægra og þá erum við komið með meira úrval í búðaborði hjá okkur. Algjörlega. Tvíþætt spurning, annars vegar hvernig gengur, ég tók eftir, ég var að bóka flug daginn hjá Icelandair og ég bókaði flugið og það var bara, ég gisti í 1-2 nætur í Berlín, algjör veisla, mjög spenntur og ég tók eftir ég keypti flugmenn, þetta var economy light, þá var strax komið svona gott upsell, þá gæti ég valið með sæti en economy light náttúrulega býður ekki upp á velisæti. Þú getur gert það fyrir að bara, viltu velja sæti? Nei, viltu panta mat? Alls konar svona sniðu í fítus. Svona aukategn, ekki auka þjónusta. Er þetta nýtt? Er þetta eitthvað sem þið eru að herja á? Svona uppsell? Er þetta eitthvað svona tækifæri sem þú sér? Þetta er ekki nýtt en við erum alltaf að reyna að þróa þetta og auka, þennan þátt í okkar tekjuöflun, sem kvöldum hliðartekjur. Að bara bjóða upp á meiri þjónustu og farþeginn getur bara valið meira það sem honum hendar og borga þær lendi fyrir meiri þjónustu, mat, þá bara kaupur hann eða þú vilt ákveðin sæti, þá getur keypt þau og þannig þetta er ekki nýtt en við erum alltaf að þróa þetta og munum bara gera það áfram og koma til móts við þarfir okkar viðskiptavina. Það sem ég líka það sem ég var ánægðast með Icelandair er að þegar þeir leyfðu the middle class að taka þátt í sagaklass æventýrinu, þegar þeir buðu upp á að menn getur bytta eða þar uppalega kynntist ég því batteríi Var svo veislega sem henni bóði? Hún er ennþá í bóði þannig að þú getur færið oft áður en eftir að fara að fljúga þá færðu post og það sem getur bóðið í sætin á sagaklassi okkur. Skrámið á postlistar er svo skot Eru öll flugin eitthvað með sagaklass? Já, og það er algjör undantekning ef það er ekki sagaklass þá hefur komið eitthvað upp og við þurfum að leigja inn sem hefur ekki verið að gerast núna þá þarf kannski að leigja inn vél sem er ekki með sagaklass en uppleggið er að allur flotinn sé með sagaklass sæti og sagaklass þjónustu.
Þú vil rjánaðu hvað ég heyri átt orðið sagaklass í kvöld. Harðasti sagaklassmaður landsins. Já, en sko, þetta skrifast kannski að meta á bara heima en þetta kannski áhugavert. Sko, þegar þú bókar flug hjá Icelandair, er streymið þá allt í krón? Sem sagt, ef þú bókar á össinni, það eftir því hvar þú ert að bóka. Ef þú ert hérna á Íslandi, þá er það í krónum, en síðan eru náttúrulega að vinna bara í fjölmörgum myntum út í heimi, þannig að það bara veltur algjörlega á því hvar þú statur. Þannig þegar tekjustreymið er í alls konar myntum. Stórum hluta náttúrulega í bandaríkjadollar, því að það er okkar svona stærsti einstaki markaður og síðan eru náttúrulega að vinna í evru og í pundum í Bretlandi og þannig að við erum í mjög mörgum myntum. Algjörlega. Hversu stór deild er í vörnunum, í gjaldinum og hversu stór liður er það í heildarrekstrinum? Það er talsvert skiptir okkur miklu máli og hefur áhrif á reksturinn því að stærstu hluti okkar tekna er í erlendum gjaldmiðlum meðan stór hluti kostnaðarins, allur launakostnaðarinn er í krónum. Þannig að sveiflur til dæmis á milli gengis bandaríkjadals og krónu hefur áhrif á reksturinn okkar, þannig að við reynum að stýra því eins vel og við getum, en sama gildir þar og eins og olíuvarnirnar, við erum að reyna bara að minnka sveiflunar, ekki einhvern veginn að reyna að vinna markaðinn og þá erum við einhvers annar þar ef við þættumst vera góð í því, þannig að þetta snýst bara að auka fyrir sjónleikan, en þetta, exposure á sveiflur þessara gjaldmiðla, gengis þessara gjaldmiðla hafa áhrif á okkar rekstur og við reynum að minnka það eins og hægt. Já. Dóminusmenn vilja aðeins fara á persónulómnarina. Þeir eru svo persónulegir þetta er mjög persónuleg þjónusta. Já, algjörlega. Það er bara að þekkja þetta sendlana sem koma að þetta tíma. Þetta er aftur að sagaklassi, ég sæki nú bara mína pítsur. Þarna, hversu, og nú er þetta bara svona spurning til þín almennt, hversu erfitt finnst þér að vera innan, sko, ég er að gera gæsalappi á svona hlusta að vera opinber persóna. Það lítur að vera alveg álega að vera fórstjóri félags í Kaupöllinni, langstærsta flugfélag landsins. Ef við tökum bara þessi dæmi umræðan sem myndaðist þín laun og svo framvegis, Vilhjálmur Birgisson, hann gaf þér nú ekki fallegust orð sem ég hef heyrt, baðið að bíp, Hvað sagði hann aftur? Hann sagði það er að grjótala kjafti. Já, ég vil samt taka fram að áður en við fyrir að tala launahækkunina þína að þú tókst á 30% launalækkun í COVID, þannig að þetta var einhverju leyti bara launaleiðrétting. Að þú varst að tala áðan og tókst ekki með þér heim bæði gengið á Icelandair eða minnisblöðin frá Þórólfi, hvernig finnst þér þetta? Tekur þetta ekki á þig? Sko, ef spólum aðeins tilbaka þá var ég náttúrulega bara endurskoðandi og svo fjármálastjóri og var svona alltaf bara bak við tölvuna, ekkert mikið ábyrgandi. Síðan verð ég forstjóri í þessu félagi og það var svolítið mín stefna horfa á það að við værum bara pínulítið alþjóðlegt flugfélag í mjög erfiðri samkeppni og vættum að svolítið hafa eitthvað þannig. Icelandair var og Icelandair Group mjög ábyrgandi bara alhliða ferðaþjónustu fyrirtæki og einhvern veginn mjög víða. Ég vildi svona aðeins hverfa frá þessari stefnu og auðvitað taka þátt í umræðinu og mjög mikilvægt félag áfram, en setja svolítið fókusin á bara að reka lítið flugfélag mjög vel og hugsunni að mér var kannski þegar ég tók við þess að við ekkert mjög mikið ábyrgandi. Vera bara meira í því að reka fyrirtæki og vera með mínu fólki og þess aftar. En síðan bara gerist þetta svona á einu augabragði, fyrst mikil athygli út af þessu vámáli og svo Max og svo COVID og allt sem að því fylgdi og maður bara einhvern veginn lenti inn í þessari, þvottavél. Er þetta lost núrunni? Mér finnst það fínt að vera ekki í sviðsljósunu, en þetta bara eins og ég sagði á hann, þetta var bara eitthvað verkefni sem maður lendi í og maður bara hefur tekið því og það hefur ekki mikil áhrif á mig persónulega, þú veist hvað aðrir að segja þó það sé ljót orð, maður hefur náttúrulega séð fullt af og heyrt af fullt af bara fáránlegu orðbragði frá fólki sem er í forsvari líka meira sér fyrir ýmis félög, en það snertir mikið neitt ef ég hef bara trú á því að ég sé að gera með besta og gera réttu hlutina, en þetta snertir þetta fólk sem tengist manni, þetta hefur klárlega áhrif á þau og þau kannski sofa ekki alveg jafnvel þá nótt sem að þau eru nýbúin að lesa eitthvað sem hefur að níða mig niður.
Algjörlega. Og svo getum við komið inn á líka sem á góðvinnu þáttarins Brynjar Níelsson sagði sko er að Íslendingar hatta ekkert meira en þegar fólki gengur vel og svo kynnti Icelandair daginn þetta kaupaukakerfi og þá var allt vitlaust líka. Þú veist, þetta en ég meina kaupaukakerfi, það er bara búið margbúið að sanna sig að það virkar. Þetta ekki saman því? Jú, ég held að kaupaukakerfi, ekki kaupaukakerfi, við erum að tala um kaupréttakerfi, það var svona félagið búið að vera með kaupaukakerfi til mjög margar ára, við líði hjá félaginu og það var reyndar minnkað hvað þeir sem voru í því kerfi gátu fengið fyrir nokkrum árum, þannig vægi þess hefur minnkað og það er ekkert til að auka það, en stjórnin kom inn með tillögu á síðasta alfunda að fá heimild til þess að setja á kaupréttarkerfi og það er alveg rétt sem þú segja, við höfum séð það víða í heiminum og hér á Íslandi að þetta er eitthvað sem mjög mörg félög að nota og virkar og það er ástæðan fyrir því að okkar stjórn vildi fara þessa leiði en það er ekki búið að útluta neinum kaupréttum ennþá og þessi mál eru bara í skoðun hjá okkur. Algjörlega. En heimildin er til staðar. Það er kannski eitt sem vorum að ræða áðan sem að snýra innanlandsflugvellinum. Okay. Það sem ég var að segja áðan, ég útiloka það kannski ekki til framtíðar, hann verið færður eitthvað annað þó hann ekki með millilandaflugi. En það er bara svo margt í innviðum á Íslandi sem þarf að laga í dag. Við erum svolítið eftir á mjög víða í uppbyggingu innviða, að mínum mati. Og að fara að setja fókus á það að við erum með innanlandsflugvél sem bara virkar vel fyrir bæði höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina að vera að setja fókus á það akkurat núna á næstu örfáum árum að fara að fjárfesta einhverjum nýjum innanlandsflugvélli. Mér finnst það ekki rétt forgangsröðun en til lengri tíma það kemur alveg til greina að færa hann einhvern annan stað mjög nálagt höfuðborgarsvæðinu, ég veit ekki nákvæmlega hvaða stað það ætti að vera þó hann sé ekki á sama stað millilandaflugvöllurinn. En mér finnst það mjög röng svona forgangsröðun í innviða uppbyggingu landsins svona, til skemmri tíma að fara að ráðast í þá miklu fjárfestingu. Þessi spurningu bara einfallega til vegna þess að ég er mikill einagsmunarsekkur og er ekki komið íbúð fyrir. Já, hann býr í Vesturbænum sko, hann getur ekki sofið sko. Hann getur ekki veður þessi hlutu. Það er fínt að segja vekja því að það móta. Finnst þér ekki notalegt að heyra flugvöllurinn að koma og fara? Ég finn ekkert fyrir því. Ég bý alveg við flugvöllin sko. Þú styrtir líka ekki vekjarklukku, þú ferði í komur og brottferð en Reykjavíkurflugvelli. Já, ég tek 8:15 þetta er Akureyri. Það er eitt sem Bogi á að taka með sér á stjórnarfund næsta Icelandair að ná bara ræða þetta. Það er bara Reykjavíkurflugvöllur er flottur, það er bara hans að pumpa hann upp. Þessi sjoppa þarna gamla og eitthvað aðeins gerir þetta svona nútímalega. En þetta er ekki eitthvað sem ég þarf að ræða hjá stjórn Icelandair því að hún myndi ekki hika við að fara í það að poppa hann upp. Og Er ekki sammála með? Alveg 100%, en ástæðan er bara ég byrjaði þarna 2008 hjá Icelandair, það eru 14 ár síðan og ef ég man rétt þá voru við með það bara tilbúið að fara neðra bílastæði sem er bara alltaf eitthvað malar, rík og leiðindi. En við höfum ekki gert það ennþá vegna þess að þetta þvældist á milli bara einhvers staðar í kerfinu en sem betur fyrir núna á að fara að malbygga þetta og það sama við bygginguna sjálfa sem er valla bóðaleg hvorki fyrir viðskiptavinni né starfsfólk að það er mjög erfitt að ætla að fara að fjárfesta mikið í einhverju byggingu þegar þú veist ekkert hvað völlunum verður þarna lengi. Það er talað um það að völlunum sé alltaf að fara og þá er ekki mjög skynsamlegt hjá okkar stjórn fyrir höndsin okkar hluthafa að fara að fjárfesta í einhverju byggingu sem verður kannski farin til 3 ár. Nákvæmlega. Og þess vegna væri mjög gott að fá einhverja svona langtíma stefnu og skýra framtíðasinn í þessu og hefja þá bara þessa uppbyggingu þó að það sé ekki til næstu 50 ára en allavega eitthvað sem geti staðið hann í kannski 15 ár. Algjörlega. Ekki spurning. Og þá erum við þetta í hraðspurningarnar. Það er í boði Messans, ferski sjáar eftir alltaf á Lækjargötunni. Aftur, sko, ég er komin í Laxaborgar núna, hann er aðalega góður. Já, ég er það í gælunum. Já, þú ert það í gælunum. En þú vilt líka svo mikið fyrir sterkt, sko, þú vilt fá chili í matiðin. Bogi, er skrifstofan þín við hliðinu HR eða? Já, hún er í Vatnsmýrinni, ég er reyndar ekki með hennar skrifstofu, ég er bara í svona opnu rými, en skrifstofur okkar hjá Icelandair eru ennþá við hlið Icelandair Reykjavík Natura hótel, bara í sömu byggingu, það eru tengda saman. En við erum reyndar að vinna í því að þarfagreiningu og stefnum á að flytja alla starfsemina á sama stað á höfuðborgarsvæðinu, starfsemina á höfuðborgarsvæðinu í Hafnarfirði, þar sem við erum með núna með þjálfunarsetrið og verkfræðideildina okkar þess aftur. Ertu ekki að taka viðskiptafundina á messanum? Nei, ekki ennþá. Nei. Bjóða að sitta þangað næst, hann er ekki langt frá.
Já, sjátt að Sigga, það toppmaður. Já, áðurinn fyrir mér aðspurninga, við líka bara minna á að gefa sér að leiðanda heimsvísu á sviði prest. Já, rétti svo, já, sviði prentlausna. Já, ég ætla ekki að kenna tungubrjótnum það, þetta var bara algjörlega mín framistæða, en já, bara gæði, hagkvæmni og umhverfisvænar lausni sem að þeir bjóðu upp á. Frí heimsending. Rétt. Hver vil ekki fría heimsending á prentara? Ertu klár, Bogi Nils Bóðarsson? Ég veit ekki alveg í hvað ég að fara hérna núna, þannig að ég segi samt. Þú veist hvað við erum dannaðir. Ok, fyrsta spurning. Flýgur þú bara með Icelandair? Nei, ég flýg oft með öðrum flugfélögum út í heimi. En ekki play, ekki at gunpoint? Ekki ennþá, en auðvitað þarf maður að sjá hvað samkeppnisfélögin að gera og maður gerir það oft, þannig að það kemur ekkert óvart ég myndi stíga upp í playvél einhvern tímann til þess að bara sjá hvernig samkeppnin hvaða vöru og þjónustu samkeppnin að bjóða upp á. Ég flýg oft með erlendum flugfélögum og það er ekkert ólíklegt ég myndi fljúga með íslenskum samkeppnisstaðanum líka. Algjörlega. Ég er náttúrulega vesturbænum að sýsti mín var að vinna á Hagavagnum, hún sagði að Tommi á púlunni kemur reglulega og fengi einn hambúrgara. Bara brauð og kjöt. Ekki neitt, bara til að smakka hambúrgaran sko. Já. Mjög gott. En ok, aftur að það spurningun. Delta eða Omikron? Hvorugt. Play eða Vá? Bara bæði, frábæri samkeppnisaðilar. Er ennþá kauptækifæri í Iceair eða er of seint að hoppa á lestina? Það eru til lengri tíma alltaf kauptækifæri í Icelandair. Ef þú þurftir að mæla með fyrir hlustundur eftirfærandi helgarferð með Icelandair einum stað? Ég myndi núna að mæla með að fólk skellti sér á nýja áfangastaðin Raleigh, Durham og kíkti á... Já, er helgarferð, er það alveg nóg eða? Það er alveg nóg og þú getur verið hann í 4 daga, farið á, já og ef út golfari, skelltir í golf og þess að þar. Ég er einmitt búin að heyra mikið um þetta, Raleigh, Durham, ég hef aldrei heyrt um þetta á ævinni, er þetta í Karolínu eða? Þetta er í Norður Karolínu. Já. Ég verði þetta á þessu svæði, þetta er gullfallegt sko. En ég var nú daginn og með döðlangra að fara aftur. Ok, Raleigh, Durham. Stutt á strandina, stutt í fjöllin og bara gaman held ég að skoða þetta. Var kampaðinni komið í kælinn á skrifstofum Icelandair þegar bóluefni voru mætt og sett svo aftur í skápinn þegar Omikron mætti? Nei, þau voru ekki komin við erum reyndar oft með kampaðinni í kælunum bara. En nei, við vorum ekki með neinar slíkar fyrir áætlanir. Nei. Hvað er að frétta Michelle Ballarín? Ég bara hef ekki hugmynd, ég hef aldrei hitt hana en þetta var athyglisverðu tími og atburðarrásan í tengslu við útboðið okkar. Þú hefur aldrei hitt hana? Ég hef aldrei hitt hana, nei. Já, Uppáhaldsdrykkur? Ég myndi segja Bríó léttul? Nei, ég myndi segja bara gin og tónik á góðan degi. Já, algjörlega. Uppáhaldsstaður í heiminum? Eskifjörður. Já. Erlendur? Erlendur, þá er það ég ætla að segja bara einhver frábær golfvöllur í Skotlandi. Links golfvöllur í Skotlandi. Það eru margir góðir, það nýt ég mér vel. Pipar og gúrka í GOT-in? Ég er svolítið ofta að vinna með það, já. Hendrix og það allt saman. Heimskulegasta fjárfesting sem þú gert sem þú eignaðist pening? Það var árinu 2000 minni mig. Það var félag sem hét Beyond.com. Mér minnir að borga fólki fyrir að horfa auglýsingar og átti þannig að ég tapaði einhverjum smápenningu þar, en þannig að það var eftir að haukja mjög heimskulega auglýsingar og jafnvel fyrirfram líka. Nei, fjárfesting fyrir ekki. Er það rétt að þegar áfengismagn í flugvélum er ákveðið þá er horft til þess hvað eru margir Íslendingar borð? Ekki hversu margir farþegar? Í sömu tilökum það gert vegna þess að og ekkert endilega, já það er bara sömum leiðum til dæmis sólarflug, þegar þú ert að fljúga í sólina þá er keypt meira, þannig að það er bara eftir því hvernig eftirspurnin er og við horfum náttúrulega bara á reynsluna og setjum byrðir inn í vélarnar miðað við það, þannig að það hefur áhrif bara hvernig reynslan er og sólarflugin er oft, það selst oft vel. Það er stemning? Og það myndast of stemning þegar fólk Íslendingar á leiði fyrir í sólina. Algjörlega. Uppáhaldsmatur? Humar er uppáhaldsmaturinn. Sérrétturinn þinn í eldhúsinu? Það er bara
þá var ég bara að grilla nautastek sko. Já. Það var einmitt að gera það í gærkvöldi sko. Og hvernig lukkaðist? Það lukkaðist, bara viðbröðum voru frábær sko. Hvað er það skemmtilegast af flugbransan? Það er bara engin dagur eins, það er alltaf eitthvað nýtt og skemmtilegt að gera, hvort sem það eru nýjir samkeppnisaðilar eða eitthvað að breyta sig umhverfinu, náttúrulega frábært eins og hjá Icelandair, frábært starfsfólk, samstarfsfélagar, þannig að já, það er bara aldrei leiðilegt í vinnunni, það er svona það sem er skemmtilegast við þetta. Algjörlega, þetta er búið að vera hrikalega gaman í kvöld, Bogi, og við þökkum við kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Ein lokaspurning, það er eitt ráð sem ættir að gefa ungu fólki? Það er bara, treysta á sjálfan þig og gera það sem þið langar til að gera, ekki endilega vera að hugsa hvað öðrum finnst, þú átt bara elta þinn eigin draum og svo held ég að sé mikilvægt að vera bara hóvar hreinskilinn og góðu við aðra, en eins og segi treysta á sjálfan sig og fylgja eigin sannfæringu, ekki láta svona álita annara stýra þig mjög mikið. Algjörlega. Frábært. Takk fyrir saman kvöld. Voru æðislegt. Takk sömuleiðis. Fyrir þá sem er enda á að hlusta, þá vil ég bara minna á PLT, Frumherja, Loop, Smitten, Barjón, Kemi, Reyvill, Bríó Léttöl, sjálfsögðu Dominos og Payday. Að messanum og glemdum. Takk fyrir í kvöld. Straight